Já, nú ætlum við að gera tilraun og ég ætla að sýna ykkur hvernig hérna kaldi hlutin virkar í varmadælunni eða í skápa þessum kælikerfum. Það er að segja, við þurfum að hafa hugtakið það er að bar eða loftþyngd, þannig að við vita hvað það er. Hérna semst ég bara hérna á jörðinni, jörðinni svona kúla og fyrir ofan er svona fullt af sameindum sem ýta hérna niður og þrýstingurinn hérna að ofan hingað niður er ein loftþyngd og það er jafn mikið á 10 metra há vatnsúla. Ef við myndum þetta rör hérna, svona 10 metra hátt og vatn í það, þá er þrýstingur hérna niðri ein loftþyngd sem er sama og bara er hér. Hérna erum við með svona glas og við setjum hérna vökva í það sem heitir éter af því að hann sýður við lágt hittastig, þetta er éter í og þá bara hér ein loftþyngd, eitt bar hérna ofan á og það gerist ekkert. Þetta er bara, éterinn er bara hérna og glasið er bara svona og þegar éterinn er vökvi þá er þetta bláa hérna, þetta er étersameind, rauða strikið eru tengin á milli sameindina og þegar það eru svona tengja á milli þá er éterinn í vökvaformi, þá er hann vökvi. Síðan setjum við svona tappa hérna í þetta og dælum loftunni hérna út og búum til undirþrýsting hérna, það er lofttæmi og það er þetta hér. Þá er sami éter hér og er hér og tappir henni í, hér getum við hérna svona loftið inn hérna, við getum dregið úr því og sett krana hérna, við þurfum að fæta aðeins loft inn til að hita þetta að kólna mikið og svo sogum við hérna allar loftsameindir sem eru hér í, sem eru hérna sem súla hérna upp sem býr til hérna loftþrýsting, við tökum þær úr hérna, við sjúgum loftið út og búum til lofttæmi hérna eða vacuum, þá minnkar þrýstingurinn á vatnið og það er meira pláss á milli hverra sameinda og þess að það er rjúfa böndin, það er tengin rofna og sameindin verður frjáls. En til þess að tengin rofni þá þurfum við orku og sú orka hún kemur úr umhverfinu. Það er að segja þessar sameindir hérna þegar lenda hérna í vakjúmi og þeir byrjast að fara í sundur þá þiggja þær það og fara í sundur en til að fara í sundur þá þurfa þær orku og það taka hana sem hreyfi orku úr umhverfinu sem er hiti og þá kólnar allt umhverfið. Við það að fara úr vökva yfir í gas, það heitir suða og það krefst orku og sú orka hún er tekin úr umhverfinu og þess vegna kólnar kaldi hlutin. Og þetta er það sem gerist í kalda hlutunum, vökvinn, við sjóðum hann upp í lofttæmi og þá tekur hann orkuna úr umhverfinu, vökvinn kólnar, glerið kólnar og kollakolli. Í varmadælunni þá þurfum við síðan að bera hita að þessum kalda hluta svo hann frjósi ekki og það er raun orkan sem við erum að setja inn í varmadæluna sem við notum síðan til að kynna upp húsnæði og slíkt. Herri, við skulum bara gera þetta, alveg magnað að sjá að það gerast.